og það verið velkomin þeir sem ekki á lækningum. Og það Bjarki Örvar sem ætlar að kynna að reyna að svara spurningunum hvort að D-vítamín gefur minnki hættu á sýkingum eftir gervilegheisaðgerðir. Gjörðu svo vel, Bjarki. Já, góðan daginn. Já, ég ætla að reyna að segja eitthvað gáfulegt D-vítamín og mögulega áhrif á sýkingar eftir gervilegheisaðgerðir. Aðeins gervilegheisaðgerðir hné á mjöðm. Það gerður heill hellingur af svona aðgerðum. 310 per 100.000 fann ég tölur í Svíþjóð, svipað í Bandaríkjunum 300 per 100.000 og svona óformlega tölur hérna frá í fyrra benda til þess að það sé milli 1000 og 1500 á Íslandi og þannig að við erum vel yfir Svíþjóð og Bandaríkjunum í algengi og þessum aðgerðum fer bara fjölgandi. Langalgengasta ábendingin er slitgigt og þetta er yfirleitt miðaldra og eldra fólk. Sýkingar í gervileiðum eru ein aðal ástæða enduraðgerða. Það er hægt að finna mismunandi tölur tíðni en sem betur fyrir sjálfgerðast en of algengt samt. Þetta getur uppgötvast allt frá því að fólk komi bara inn hundveikt með sýkingareinkenni og yfir í að það sé uppgötvist los á lið eða þá að það eru mallandi bólga og verkir í lið. Þessar sýkingar er erfitt að uppræta. Kallar oftast á langa sýklalyfjameðferð, langar innlagnir, aðgerð oft á tíðum og þetta er náttúrulega hundleiðinlegt og erfitt fyrir sjúklinga og kostnaðarsamt fyrir heilbrigðiskerfið. Alls konar pöddur, stafílókokkar, CNS, streptokokkar, enterokokkar og fleiri pöddur og sveppir. Áhættuþættir, ef við höldum okkur við áhættuþætti sjúklingsins, þá eru þeir heilmargir sem búið að sýna fram á tengsl við sykursýki, liðagigt, hyperkólesterólemía, hjartabilun, alkóhólismi, psykósis, venous thromboembolism, lokusjúkdómar, anemía, depressjón fann einhvers staðar, hærri ASA-flokkar sem veikari sjúklingar bara, lélegt næringarástand, krabbamein, útbreitt krabbamein, dementia, offita og reykingar. Þá er svona náttúrulega, ef maður langar að minnka þessa sýkingar, þá náttúrulega veltir maður fyrir sig hvaða áhættuþáttum getum við breytt og hvað getum við haft áhrif á. Og ef við horfið yfir listan þá er svona flest af þessu ekkert rosalega, það er hægt að meðhöndla og svoleiðis, en það er erfitt að strika margt af þessu út á listanum. Það getur reynt að láta fólk rennast og hægt að reykja, en það gengur ekki alltaf vel. D-vítamín ónæmiskerfið. D-vítamín hefur sem sagt margþætt bein áhrif á ónæmiskerfið og það er sem sagt talið að það hafi sem sagt módulerandi áhrif á ónæmissvarið. Ég setti þessa mynd upp svona bara til þess að líta ekki áhugalega út, en í grófum dráttum þá eru sem sagt D-vítamín reseptorar á ónæmisfrumum og sem sagt differentiering ónæmisfrumra. D-vítamín hefur áhrif á differentiering og hefur áhrif á hvaða cytokín eru framleidd og hefur í heildina bólguminnkandi áhrif á ónæmissvarið. En lykillinn er sem sagt það eru margþætt bein áhrif á ónæmiskerfið. D-vítamín og sýkingar. D-vítamín skortur eykur líkur á sýkingum í öndunarfærum. Það er minni líkur á inflúensu A hjá þeim sem taka D-vítamín. Það hefur verið sýnt fram á að þeir sem eru
sykursjúkir, ef þeir eru með D-vítamínskort þá er þeim hættara við að hafa fótasýkingar. Vísbendingar fylgni við aktífa berklasýkingar og tengsl við neðri loftvegssýkingar í börnum. Svo eitthvað sé nefnt. Þá sem sagt næsta spurning, hversu marga þeirra sem að fara í gervilífsaðgerð hjá okkur vantar D-vítamín? Og til þess að reyna að svara því þá fór ég að grófi upp grein úr Læknablaðinu frá 2004 eftir Örvar Gunnarsson, D-vítamínbúskap Íslendinga. Þetta eru myndir frá honum. Hann segir ekki beinlínis hversu margir séu yfir og undir mörkum, en sem sagt viðmiðunargildi Landspítalans í 50 nanomólum per líter, þannig að á í grófum dráttum eru mörkin hérna og yfir, það er eðlilega. Græna línan eru þeir sem taka, þetta sem sagt meðalgildi, þetta voru yfir 1600 sjúklingar og svo er svona árssveifla í D-vítamíninu, en sem sagt, ef maður segir gróflega, þeir sem eru grænir, það eru þeir sem taka lýsi og það eru þeir sem eru með eðlilegt D-vítamín. Og í kúnnahópnum okkar sem eru þessi hérna allt og svo kannanlega þá eru þetta kannski 40–50% sjúklingar sem að vanta D-vítamín. Svo birtist áhugaverð grein frá Mayer í Þýskalandi sem gerði í Mainz í einu sjúkrahúsi þar og náði til allra sjúklingana sem að þeir gerðu gervilífsaðgerð á 2011 og 2012. Þarna voru mjaðmir og líka axlir, þetta var allt saman heilir gerviliðir og þeir mældu D-vítamín í öllum sjúklingunum sínum og í þeir sem voru í bímeraðgerð lágu þetta kringum 50. Þeir sem voru með los á gervilið án sýkingar, þar er sviputalan kringum 50 og það er sem sagt 50 var gildi sem maður vill ná, þannig að þeir liggja ágætlega þessi tveir hópar, en þeir sem eru með voru með sýkta gerviliði voru með 33, þannig að þeir voru marktækt lægri, þeir sem sagt liggja hérna niður. Og það var þetta sem sagt marktækur munur sem þeir fundu í því að sjúklingarnir með sýkta gervilið voru frekar með D-vítamínskort. Og þá kemur hérna músarannsóknin, það var svo skemmtileg. Það sem sagt, þetta grein sem ég rakst á í Journal of Bone and Joint Surgery, sem svona kannski eitt af fáum blöðum sem margir bæklanlegnar leggja á sig að lesa annars lagið. Og þar voru þeir að velta fyrir sér þessu, hvort að D-vítamínskortur geti leitt til meiri bakteríuvaxtar og þeir voru þá búin að búa til módel í músum fyrir, ég lík því, þetta sem sagt, það var til sem sagt ákveðið módel fyrir hvernig maður líkir eftir gervilífsaðgerð í músum. Og sem sagt spurningin leiðir D-vítamínskortur til meiri bakteríuvaxtar og hægt að bæta ástandið með að gefa D-vítamín fyrir aðgerð. Þarna hönnun rannsóknanna sem ég ætla að reyna að útskýra. Það voru sem sagt 60, þeir reiknuðu út hvað þeir þyrftu mikið og komast að þeir þyrftu 60 mýs sem þeir skiptu í 3 hópa. Sufficient hópurinn hérna megin, það eru mýs sem að fá venjulegt tilrauna músafæði með D-vítamíni. Deficient hópurinn hérna megin, hann fær allan rannsóknartímann sem sagt tilrauna músafæði án D-vítamíns. Svo í miðjunni rescue hópur sem að fær í 6 vikur fyrir
aðgerðina, D-vítamín snautt fæði og svo gefið D-vítamín og svo sem sagt fá þeir D-vítamín í fæðinu eftir aðgerð. Þetta voru allt saman 4 vikna gamla karlkyns mýs af genabreyttum stofni lýs EGFP, ef það segir ykkur eitthvað. Þessar mýs eru með sem sagt sjálflýsandi neftrófíla sem getur verið gaman að skoða. Rescue-hópurinn fær sem sagt sprautu hérna með D-vítamíni intraperitonealt 3 dögum fyrir aðgerð og aðgerðin sem þeir gera sem sagt svæfing með ísoflúram og hægri hnélliður opnaður með medial parapatella skurði opnað og rímað upp í mergolið á lærlegnum með 25 gates nál sem appelsínugul sennilega 0,6 mm kissnelþráður færður inn í mergolið og klipptur þannig að standi 1 mm inn í liðin sem sagt bara járnpinni sem settur inn í mergolið og stendur aðeins út og inn í hnélliðin. Síðan taka þeir pípettu og taka sem sagt sérræktaðan stofna Staph aureus og setja ákveðið magn af því ofan í sárið áður en þeir loka með 5-0 saumi. Þeir gefa engin sýklalyf og mýsnar fengur, þeir taka það fram að þeir fengur verkjalyf á 12 klukkustunda fresti. D-vítamín mælingar í þessum músum. Það sem að þetta sýnir okkur í raun og veru bara að þeim tókst að vera sem sagt með hérna 3 dögum fyrir aðgerðardagur, 2 vikum eftir aðgerð, 25 þetta er það sem er venjulega mælt D-vítamín og sem sagt fyrir aðgerð sufficient hópurinn sem fær fæði með D-vítamín hann er hár og línar lágar eins og búast má við rescue hópurinn sem fær svo sprautum með D-vítamín hann er hár á aðgerðardegi deficient hópurinn áfram lágur þetta og þessi hækkun hérna heldur sér þannig að 14 dögum eftir eru rescue hópurinn og sufficient hópurinn hár og það er eiginlega sama ef maður mælir 25 D-vítamín. Þorskurinn þarna er bara til að halda ykkur vakandi. Og margir D-vítamín í músum er það sama? Ég því miður náði ekki að kynna mig það. Þessi getur svo lág, þetta hluti var að klá ástumannsvíkil. Já, hans sko. Það var tekið fram í rannsóknina að það hefðu dýralæknar sem sagt stýrt og komið að meðferð músuna þannig að ég hef engin viðmiðunargildi. Svo er það spurningin hvernig blessaði stafílókokkarnir höfðu það í njánum á músunum. Það var notaður sem sagt flúorosent stofn af Staph aureus og þeir mæla sem sagt hversu mikið þetta lýsir, þetta hérna sýnir hversu mikið lýsir rautt, lýsir mikið og blátt lítið og hérna er búið að varpa sem sagt ofan á svarthvíta mynd af músunum hversu mikið lýsir frá, hérna er postdópdagar 1 og upp til 21, deficient, sufficient og rescue, ég sé ekki mikið mun á þessu en þeir hérna allavega mæltu þetta og hérna er sem sagt hvað skali á hversu mikið lýsir og postdópdagar upp til 21 og hópurinn sem að sker sig frá er hérna ofan allan tíma, það er sem sagt deficient hópurinn sem að vantaði D-vítamín. Og þetta er þá til merkis að stafílókokkarnir hafi það betra í njánum á þeim. Svo erum við komin í ræktanirnar. Við sem sagt eftir þessar 3 vikur þá tóku þeir vef frá njánum og tóku pinnana úr og ræktuðu frá þessu öllu saman.
CFU sem sagt Colony Forming Unit og mælikvarði á fjölda lífvænlegra baktería. Á þessum hérna ásett á hversu mikið, þetta logaritmísku skali hversu mikið við höfum af þessum Colony Forming Units og svo erum við með sem sagt frá pinnunum og frá vef í liðnum og svo hópana deficient, sufficient og rescue. Og það sem að sker sig úr að deficient hóparnir liggja hærra á báðum og þetta marktækt hærra. Þannig að hérna, það meiri vöxtur þar. Það líka alveg á hinn bóginn jafn áhugavert að sjá að rescue hópurinn og sufficient hópurinn sambærilegur. Svo voru þið líka að leika sér með að skoða hérna infiltrasjón neftrofíla. Já, þeir lýstu í þessum músum, neftrofílarnir. Og þarna sem sagt svipað uppsett, hvað þetta lýsir mikið og þeir mældu þetta og setja upp á svipaðan hátt og það var líka marktækt meiri infiltrasjón neftrofíla allan tíma í hópnum sem að vantaði D-vítamín. Svo tókum við og mældu enzím, sem sagt myeloperoxidasa sem mælikvarði á infiltrasjón neftrofíla, þarna vinstra megin, og NAG, sem einhvert enzím sem segir til virkni makrófaga. Og það sem að sker sig úr þetta deficient hópurinn með sem sagt meiri infiltrasjón neftrofíla og minni virkni makrófaga með hina hópana og aftur eru hinir hóparnir sambærilegir, hóparnir sem allan tímann fékk D-vítamín eðlilega og hóparnir sem vantaði D-vítamín fyrir aðgerð en fékk svo uppbót fyrir aðgerð. Já, þetta eiginlega niðurstaðan hjá honum eða þeim að sem sagt í þessu in vivo músamódeli fyrir sýkingar í gervili eykur D-vítamínskortur bakteríuvöxt og hefur áhrif á ónæmisvarið og þessum áhrifum mátti snúa við með að gefa D-vítamín fyrir aðgerð. Já, það var eiginlega allt sem ég vildi segja. Nægur tíma fyrir spurningar. Þetta áhugavert að sjá þetta, en eins og við vorum að tala að þessi D-vítamíngildi þarna í músunum eru ákaflega lág og væntanlega sá röstumarsvíkin. Það gildi ekki oft að sína okkur fólk hjá þann og eru þetta undir 30. Nei, ég veit ekki hvort að við erum með sömu einingu, því í Ameríku nota þeir aðra einingu og þekki ég ekki. Þetta bara brot af því sem hann sýndi í gildunum sem að brot af gildunum sem við sjáum í músum sem fengi D-vítamín og voru á D-vítamín. Þetta eru nanogram á millilitra og þetta munurinn á því og hinnu 2,5 og Þetta hátt í tímaldum munum og konsjón. Sko, þetta 30 í þessari einingu jafn mikið á 50 í hinni einingunni, þannig að reskjöldmýsna til dæmis hérna mundu á manna mælikvarða. Það þá 1,8, sérðu það? 1,8 sem 2,5, ég ekki góður í reikningi. Nei. Það 5. Það 5, já. Það ákaflega lágt. Það röstumarsvíkin séu gildi í húfi. Já, en það eru líka deficient mýsnar, það það sem þeir vilja rannsaka. Já, en já, þetta er ekki ekstra búið að þetta, ég var fólk sem með 30. Nei, það alveg, það hárrétt. Dröðandi möndum að segja, það ekki D-vítamínskortur. Það hárrétt, ég skildi ekki alveg hvað, en þetta hárrétt hjá þér að þetta ekki, það náttúrulega fólk sem að vanta D-vítamín ekki með ekki neitt D-vítamín. Þessar mýs fengu nákvæmlega ekkert D-vítamín í 6 vikur fyrir það. Það góð punktur. Svo Nick með spurningu. Jökki, ég þakka fyrir þetta og ég veit núna í dag fólk með að fá anti-TNF-meðferð, Remicade, við inflammatory bowel disease
og líka fyrir psoriasis. Ef þeir eru með déskot, þessi Remicade virkur ekki eins og vel í sínum inflammatory sjúkdómum. Og ráðlegginga að bæta við D-vitamin og fólk fara í Remicade eða anti-TNF meðferð. Svo þetta ekki beint að segja hvað þú ert að segja rétt, bara þetta vísbendingar D-vitamin í ónæmiskerfi eins og þú ert að benda á is a player. Einmitt, þetta ekki bara spurning næringarástand, heldur þetta hefur bein áhrif á honum. Maður hefði samt haldið að ónæmisbælandi að myndi þá fjölga sýkingu, kannski svona, það fyrsta sem manni dettur í hug. En Tómas var líka með spurningu. Það ekki? Nei, fyrirgefðu. Alexander... Þú lofaðir að koma með spurningunni. Mér fannst Alexander og svo Þorvaldur. Takk fyrir mjög aðfyrstum. Svona spurningar. Með fyrir rannsóknina, það eina rannsókn það annars vegar hefur þessum komnum sýkingu eru meðal lægri þá eru við athyglisvert að hugsa dreifingin hvað eru lágur sumur. En annað líka eitthvað sem bendir til þess að þeir séu lágur vegna þess að þeir eru með sýkingu. Eitthvað rannsókn skoða það hvað fólk þegar fer í aðgerðina og hvort það sé byggt, hvort það sé nokkuð séð að sýking sem slík, grasandi sýking áður hún greinist og valdi síðan D-vitamin skorti. Góð punkt, ég get ekki svarað því. Það er svo margt sem það þarf að gera. Nú að tækifæri fyrir það sem vilja rannsaka. Það var Þorvaldur. Ég var með sömu spurningu, ég bara veltaði fyrir mig hvort að sýkti gerðulegurum væri með vart kýta þegar það er búin að vera inni í marga mánuði með sýkti gerðulegum. Þeir mæla þetta sem sagt í sjúklingu þegar þeir koma inn, þegar þeir greinast. Og þegar þetta með sýktu gerðulegana sem sagt til að byrja með þá vita þeir ekki, þeir mæla þetta þegar fólk kemur inn. En sá sem að sýkti gerðulegum, hann getur að vera vesens lengi. Jú. Og langan tíma að greina á marga mánuði. Ég víst að hann hafi verið mikið út í sólinn. Eins og þetta, og það er mjög gaman að fylgja eftir þetta, pröfa, skoða. Það er svolítið tekið. Það eru Sigurður Heiðdal að næstunni. Já, mér þetta ekki að spyrja hvort ég ætli að fara að taka upp núna fasta D-vitamin mælingar á sjúklingum núna stemni ekki. Nei, miklu. Það er nú einfalt að þetta sem. En ef maður alltaf svona skoða þetta hætti maður að kontrollera fyrir mjög marga aðra faktora. Þú taldur upp, það er mjög margt sem tengist sýkingum. Það er nefnt eitt sem er anemía og járnstatus spilar inn í sýkingar og skoðum. Nei, ekki mæla. Það var í fréttum að það hefur verið mælt í 31.000 Íslendingum á síðasta ári. Nei, ekki mæla, heldur bara spraut í rassinn á innskrift. Leppaði að mæla það. En ekki ná að taka það er að mæla og gera svo upp eftir svona 100 aðgerðir sem var eitthvað í fengum. Valtýr var það að spila. Ættu við að fara að segja fólki taka D-vitamin eða að gefa þeim D-vitamin í fórsökskutum Eros frá einskuð fram að gerðlistekja, það er svona stóð í blindi. Það er allt í lagi að segja að fólk taka lýsi, það skaði ekki neitt, en náttúrulega það sem að þeir eru í að er það að sprauta þessu, þá ertu með eitthvað sem þú kontrollerar algjörlega, þú ert með sem að þér býðst ekki með svo marga aðra áhættuþætti, þú getur bara eitt þessum áhættuþætti, þannig að hann er farinn. Sem þú getur ekki með reykingar, þú getur hjálpað fólki að reyna að hætta að reykja og þú getur hjálpað fólki að reyna að hætta að grennast. Þá þú að segja að þetta sé áhættu. Það bendir ýmislegt til þess að þetta sé áhættu. Það var Oddur og svo Nick. Já, ég var á læknandum í gær og Marja Sigurðardóttir með svona prógram sem að hún fór í stað með ásamt fiskistöð innan Reykjavíksvæðins og Höfuðborgarsvæðins og þau eru að reyna að fara að prófa þess að ofnbæra sjúklinga betur fyrir gerðusetningu. Þau eru að taka á þessum þáttum eins og reykingar og ofnbæra og anemía það er áhættu. Þannig að þau eru bara að telja að gefa með alltaf konur undir 120 og þetta undir 150. Og þau taka skrína fyrir anemíu og status. Þau taka líka næringar, skrína fyrir næringarstatus. Transferin, albumin og frí albumin.
þegar blóðsykur og hemoglóbín 1C og þau verða D-vitamin. Þú mælir því. Í þessu prógrami sem hún er að fara að stjórna sem að þau eru að átta þessara sjúklinga. Og Nick, held ég. Já, ég geti bendið á að ég er sammála ekki að mæla D-vitamin allt, bara svara með út á hverju CFP og SAP-tekið er alltaf sjúklingar að koma að gera þetta. Skipt út sökkinu fyrir Ég meina, þetta er við... Sko ég var spá í, I think it, en ég var spá í þetta, það mætti sko bara að sko meta áhættuna síkuna sko þessi einskilskæði kannski ekki verið svolítið fókusinn að raða upp í áhættuna fyrir síkuna og aðgerð, sko reykir, hvað er í DNA, þegar maður Auðvitað þetta kannski allt eitthvað sem við höfum bak við eyrað, en ég meina, en málið er líka sko margt af þessu getur, þú veist, það er svo erfitt að breyta. Já, Hversu... ég getur samt svona, verið svona hort svona, meira fókusur á það. Það eru fleiri sendir og þú talaði bara það að með sko ánæmi fyrir pensilin er áhættuþættir fyrir síðan. Það er svo margt sem það þetta er mjög skemmtilega. Þetta er kannski fyrirstu viðkomandi heldur þessari umræðu í fjölmiðlum og læknaþingjum D-vitamin mælinga. Okkur har sagt D-vitamin mæling kostar 200.000 kall. En tafla D-vitamin 1000 einingar kostar 10 kall. Þannig ef við bara hætta að mæla og setja alla á 1000 einingar á D-vitamini, þá erum við ekki kostnað einni mælingu á ári. Eftir árið er svo D-vitamingjöf að kosta eina mælingu. Af því sem kemur þá vasa sjúklingstest, en ekki vasa SI. Það skiptir máli fyrir En bara út frá þessari hérna rannsókn, þá veltir maður fyrir sig hvað til hvers er að mæla þetta. Það að meðal þetta er 1600 manns, þeir sem taka ekki lýsi, þeir vantar D-vitamin. Annarkvort tekur lýsi eða þeir vantar D-vitamin. Nó að spyrja hvort þú tekur lýsi. Ég hefur ekki eftir bragð. Lýsi er alveg óhjörða. Einhver sem helst kom með lokaspörsum. Ef við getum haldið áfram líka. Þá held ég að við þökkum bara fyrir. Takk.